Sæll Guðmundur Magnússon. Blessaður og sæll. Við erum komnir hérna út í Viðey, í dállu roki, til að tala um bókina þína sem þú varst að gefa út, sem heitir Íslensku ættarveldin. Og hingað erum við komnir aðalega vegna fjölskyldu sem að nefnist Stefánungar. Já, þetta var nú höfuðból þeirra langan tíma. Reyndar þetta líka höfuðból Brímsættar tíma á 20. öld. Brímarar eignast hérna Viðey og Viðeyjarstofu í byrjun 20. aldar. En frægð sín á seinni öldum þá hefur Viðey öðlast, ekki síst að þessu húsi hérna í bakvið okkur, Viðeyjarstofu, sem byggð upp úr miðri 18. öld af Skúla fógeta eða á hans vegum. Og þetta nú alveg ótrúlegt hús á sínum tíma þegar hér voru bara lágreistir torfkofar land allt. Síðan hann hér og fær af þessu húsi alveg örugglega mikla virðingu og vald ákveðið sem að þetta hús lyftur honum í vissum skilningi. Þetta fínasta hús á landinu. Fínasta hús á landinu. Þetta kallað slottið af öllum almenningi, höllin, eina höllin á Íslandi. Og það ekki að furða þegar að leiða lokum embættistíma Skúla að Ólafur Stefánsson, sem þá var æðsti valdamaður á Íslandi, stiftamtmaður, eða taka við því embætti, að hann girnist þennan stað miklu frekar en Bessastaði sem voru komnir í ákveðna niðurníðslu. Og hann kemur hingað í lok 18. aldar. Og það verður nú svolítið svona slysalegt hvernig samskipti þeirra Skúla urðu, því að Skúli verður berað sjóðþurrð í landssjóði sem hann hafði hér með höndum og honum refsað fyrir það að hann sviptur embætti. Ólafur stendur fyrir því og fær að hírast bara hér undir lokin í einu herbergi á efstu hæðinni hérna. Eignir hans eru allar seldar, þar á meðal glæsilegasta bókasafn á Íslandi. Það selt á vegum Ólafs og uppboði í Kaupmannahöfn. En síðan í lok 18. aldar þá koma Stefánungar hérna, Stephensenættin, með Ólaf Stefánsson fyrstan. Og hann ríkir hér, alveg þangað til að hann missir embætti sitt í byrjun 19. aldar. Og síðan kemur sonur hans, Magnús Stephensen, háyfirdómari eða dómstjóri, konferensráð. Hann tekur við einnig og síðan synir hans og sonur. Eigum við ekki bara að ganga inn í hérna í sloti? Gerum það. Það var alltaf stætt hérna út í löngur. Við erum komin inn í hlíuna, þetta eldhúsið. Þetta gamla eldhúsið. Hér hefur verið lagður grundvöllurinn að þeim miklu og frægu veislum sem að Stephensenar héldu og snemma á 19. öld og miklar sögur hafa farið af. Þeir voru hér með margskyns munaðarvarning og buðu sínum gestum upp á og það nú frægar sögur af þessu ýmsar. Til dæmis kom hingað Jörundur 100 daga konungur og rétt eftir að hann hafði tekið völdin í Reykjavík og sat hér til borðs með Ólafi Stefánsinni, fyrrverandi stiftamtmanni, og kom nú vel sattur af þeim fundi. Já, ekki sagt að þegar allir voru að springa þá hafi verið komið með púnskál og menn voru að gera svo að klára hana líka. Jú, það var þetta, þið eru mínir gestir og þið verðið að lúta mínum leikreglum, sagði gamli maðurinn. Þetta hefur verið eins konar aðall á þeim tíma. Í vissum skilningi, já. Það var að vísa ekki erfðaaðall á Íslandi, en höfðingjaættirnar hérna og höfðingjarnir, yfirstéttin í landinu, hún hegðaði sér eins og aðalsfólk erlendis. Lagði mikla áherslu á fín húsakynni, að barst á í klæðaburði og í neyslu á allan hátt. Og kom fram svona mjög svipaðan hátt og við þekkjum frá aðlinum utanlands. Það hefur getað haldið sér vel þetta fólk og hefur haft munaðarvarning, aðgang að munaðarvarningi. Já, þau sáu til þess að þetta var allt sérpantað sem ekki stóð til boða almenningi á Íslandi. Það var sérpantað frá Kaupmannahöfn og boðið upp á það í veislum. Nú, einn af höfðingjum Stefánunga, Magnús Stephensen dómstjóri, hann samdi meiri segja í nafni mágkonu sinnar sérstakt matreiðslukver fyrir heldri manna stéttina í landinu.
og það var úr því matreiðslukveri sem margar þessar veislur voru smíðaðar. Þannig að hann skrifar í rauninni fyrstu matreiðslubókina á Íslandi, þessi merkilegi maður. Já, hann gerði það og en það þótti ekki við hæfi að hann yrði talinn höfundur, svo hann skrifaði formál og sagði að þetta væri eftir mágkonu sína og skrifaði formálun í nafni bróður síns. En þeir voru mjög voldugir menn, Stephensonarnir, á þessum tíma. Feiknarlega voldugir menn og ástæðan fyrir veldi þeirra var ekki bara að þeir hafðu öll þessi embætti með höndum, æðstu embætti landsins, heldur líka þær miklu eignir sem þeir áttu. Jarðeignir voru undirstaða alls á Íslandi í þá tíð og þeir áttu hér mikinn fjölda jarðeigna víð land og höfðu í sinni þjónustu fjölda fólks. Og ættarnöfnin á Íslandi, þau fara að verða til á þessum tíma, það fyrir að vera í tísku að taka sér ættarnöfn. Jú, sko, það má segja að ættarnöfn fara að verða tíska meðal embættismanna og meðal höfðingja það leyti sem að í kjölfar þess að Magnús sonur Ólafs, stiftamtmanns, kemur heim frá námi í Kaupmannahöfn. Hann fyrstur til að taka upp ættarnafnið Stephensen og það auðvitað gert í þeim tilgangi að skapa sér sérstöðu og aðskilja sig svolítið frá almenningi og síðan verður þetta, má segja, tíska meðal allra heldri manna á Íslandi að fara þessa leið, að nota ættarnöfn. En Sauðsvartur almúgi hélt áfram að vera bara son og dóttir. Einmitt. En eins og þú sagðir áðan, þá voru fleiri ættir sem tengjast þessum stað, það til dæmis Brímsættin og hér á kápu bókarinnar merkileg mynd og þar eru brímarar. Þetta mjög skemmtileg mynd. Menn hafa fram að þessu ekki getað nafngreint fólki á myndinni eða vita nákvæmlega ársetningu, en við vorum svo heppin að fyrir ábendingu ágætar og fróðrar konu, Ragnhildar Bragadóttur, þá tókst að nafngreina alla á myndinni og það kemur á daginn að á þessari mynd Pétur Thorsteinsson og kona hans og dóttir sem var gift Eggerti Brím sem að hér keypti Viðey aldamótin 1900 og rak hér feiknarlega myndarlegan búskap. Það voru á þessari mynd þarna við hliðina á Katrínu, tígulegu konunum þarna í fína kjólnum. Þar Muggur, listamaðurinn, yngri einn af bræðurum hennar og þarna eru líka aðrir bræður hennar. Og það svolítið gaman að þessari mynd að því leyti að menn veltu því talsvert fyrir sér aldamótin, hvernig stæði á því að Eggert Brím sem þá var nýkominn frá námi hefði efni á því að kaupa sjálfa Viðey af Stephensonum. Og megin skýringin sem var gefin var svo að Eiríkur faðir hans væri sterkefnaður, Eiríkur prestaskólakennari og alþingismaður og það var alveg rétt, hann var sterkefnaður, en það ekki ólíklegt að Pétur Thorsteinsson hafi hlaupið undir bagga og það voru sögur það svona meðal fólks hér aldamótin 1900 að Pétur hefði átt hlut að máli og vilja þannig gera veg tengdasonarnir sem mestan og Eggert Brím rak hérna feiknarlega merkilegt mjólkurbíli og sá Reykvíkingum fyrir mjólk í nokkra áratugi. Héðan úr? Héðan, já, það svolítið einkennilegt í dag að hugsa til þess, en héðan var á hverjum einasta degi flutt mjólk yfir til Reykjavíkur og seld þar. Og það var mikil mjólkurframleiðsla sem hér átti sér stað í 3 áratugi eða svo. Og svo voru Tórsararnir með sitt milljónafélag hérna í Austurynni. Já, Tórsararnir og Pétur Thorsteinsson reyndar, tengdafaðir Eggers, þau kaupa hérna, og það Pétur sem kannski hefur einna mest það að segja, Viðey keypt undir milljónafélagið. Thor Jensen gefur í skyn í æviminningu sínum að þetta hafi kannski ekki verið alveg það besta sem að völ var á fyrir milljónafélagið að kaupa eyjuna, það hefði verið skynsamlegra að leigja hana, en Brímarar fengu þarna þrefalt það verð sem þau hefði gefið fyrir hana upphaflega. Þetta voru einhver mestu og dýrustu jarðakaup á Íslandi á sínu tíma og þau voru afgreidd með ritsímaskeyti frá Kaupmannahöfn. Ritsíminn var að rétt að koma til sögunar. Og þetta þóttu auðvitað mjög merkilegt hvernig menn fóru að. Bókin spannar langt tímabil, þetta byrjar á Oddaverjum sem voru mestir lærdómsmenn á Íslandi og nær alveg til það sem hefur verið kallað fjölskyldana 14. Já, ég í þessari bók að reyna að bregða upp mynd af þeirri samfellu eða þeim þræði sem í sögu ættarvelda á Íslandi og ég jafnframt að reyna að setja þetta í samhengi við upphaf ættfræðinnar og hugmyndir fólks hvað ættgöfgi
Ég reyna að blanda þessu svolítið saman því þetta tengist allt saman. Nú í nútímanum þá má segja að síðustu ættarveldin á Íslandi séu hinar svokölluðu fjölskyldur 14 sem svo voru kallaðar, sem voru nú reyndar ekki 14 heldur færri, og þær eiga margt sameiginlegt með höfðingjum fyrir tíðar, þó það séu þetta margt líka sem að skilur að. Og hluti af því náttúrulega Engeyjarættin sem frá Engey. Það alveg rétt og sú ætt sem kannski hefur verið einna áhrifamest á seinni hluta 20. aldar, Engeyjarættin. En núna eftir þetta hrun sem var hérna fyrir nokkrum árum, þá sér maður ekki mikil ættarveldi á Íslandi. Nei, það sem mér þótti svolítið forvitnilegt þegar ég var að skoða þessu sögu var að þegar að ættarveldi sem kennt með fjölskylduna 14 að hrynja undir lok 20. aldar og í byrjun þessarar, að þá þær valdablokki sem taka við, það eru líka svona fjölskyldu mynstur í því. Við sjáum Böggs-feðga, Böggs-fjölskylduna, sjáum Björgólfsfeðga, við sjáum Bakkavararbræður og svo framvegis. En þessi veldi, þau hrynja auðvitað með bankahruninu haustið 2008 og eftir það þá ekki sjáanleg ættarveldi af sama tagi og áður hafa þekkst hér á Íslandi. Hvort að það eitthvað sem komið til með að vera, það veit ég ekki. Það getur vel verið að það eigi eftir að breytast. Þetta allt fallvalt og það var hérna upp á loftinu sem að Skúli Magnússon, þessi faðir Reykjavíkur, hýrðist sín síðustu æviár. Já, það urðu nokkuð grimm örlög hans að deyja hérna einn upp á lofti, upp á háalofti í Hornherbergi eftir að hafa látið byggja þetta hús, flottasta hús á Íslandi. Þakka þér fyrir, Guðmundur.